Það er ljóst að breytingar og samdráttur hjá flugfélaginu WOW hefur áhrif á fjölda starfa á Suðurnesjum í ljósi þess að félagið hefur fækkað flugvélum. Einn stærsti atvinnuveitandinn á Keflavíkur flugvelli er Isavia, en starfsmenn félagsins hafa þurft að takast á við miklar áskoranir í fordæmalausri aukningu ferðamanna á undanförnum árum. En hvaða áhrif hafa þessi nýju WOW-tíðindi af WOW á Keflavíkur flugvöll? Framundan eru enn frekari stækkunarframkvæmdir í flugstöðinni upp á 10 milljarða á næstu 3-4 árum. Við heyrðum í Birni Óla Haugsyni, forstjóra Isavia, og spurðum hann hvaða staða væri á borðinu hjá félaginu. Eru óbreyttar fyrirætlanir með þessar framkvæmdir, en það er stækkun tengibyggingar milli suður- og norðursvæðis flugstöðarinnar og mjög stórar framkvæmdir eins og nýr austurfingur og mikil stækkun innritunarsalar. Það er alveg rétt, það hefur verið vikið sem hefur gengið á hjá okkur með hvernig framtíðin verður. Við sjáum þetta fyrir með hvernig staðan er í dag. Fréttirnar sem okkur berast frá WOW er að þeir halda áfram og það er verið stóra samningaviðræður í gangi við Indigo Partners að taka þátt í stóran bita af eignarhaldi í WOW. Nú það er alveg ljóst að það verður einhver fækkun á næsta ári. Hún verður kannski sem að við verðum þá bara að taka til í okkar áætlun. Við getum sagt að markaðurinn er svolítið kannski að svona stabiliserast, jafna sig eftir rosalegt uppbyggingartímabil síðustu 10 ára. Við höfum á síðustu 10 árum hefur markaðurinn farin upp 400% frá 2009, sem við segjum það. Þetta voru 2 milljónir og nú er orðnið 10, er rétt undir 10. Þannig að það er ekkert óeðlilegt að við að markaðurinn segja nú ætlum við að jafna þetta svolítið niður. En samt virðist það að vera að við horfum á aukningunni á sem 12% verður það þegar við erum búin að fá síðustu tölu, sjáum við fram á, að það verður ennþá eftir sýnist okkur, ef allt gengur að óskum, fleiri farþegar heldur voru í fyrra sem fari gegnum Keflavíkurflugvöll á næsta ári. Og það er bara óskup eðlileg aukning. Á flestum flugvöllum þá aukst þetta ekki 100 eða 10%, heldur 3-5% ári. Þannig að þetta er allt saman óskup eðlilegt í sjálfu sér að markaðurinn segja að þetta signal, það er öllítið hægja á okkur. Og svo eigum við líka eftir að sjá, við höfum þetta verið að frétta bæði frá Icelandair mönnum að þeir hafa líka ákveðnar hugmyndir stækkanir. Og ég sé fram á það að næsta ári verði þokkalegt en aftur á móti höfum við aftur að sjá aukningu síðan 2020. Það er allavega meðvist hvernig staðin er núna. Við erum enn að bíða eftir upplýsingur reyndar frá flugfélögunum til þess að geta búið til nákvæma spá, en það vonustu að koma henni út í janúar. Það er ljóst að flugstöðin hún er náttúrulega sprungin með við núverandi farþegafjölda, þannig að þetta er kannski bara í rauninni ágætt fyrir ykkur sem eigandi á byggingaraðila að þetta róist pínulítið þannig að þið geti gert þetta á eðlilegum hraða, þið séu ekki alltaf eftir á í erfiðri uppbyggingu. Já, ég held að þetta að mörgu leyti fyrir uppbygginguna er þetta kannski ekki það versta sem að gæti gerst, sko. Við erum í miðju kafi að byrja á hönnun nýju framkvæmdana og það eru einlega þessi 2 fasar sem við erum að skoða. Fyrsta lagi tengibyggingin sem er bara mjög stór framkvæmd í sjálfu sér og svo spurningin hönnun á frekari stækkunum. Nú leyfum við þessari vinnu með tengibygginguna, hönnun á henni að fara í gang og þegar það er komna niðurstöður hvað það mun kosta að við framhalda að tímun verða tekin ákvörðun tímaáætlunina og sem verður þá grunnu þess hvenær að stjórnin mun þá samþykkja þá uppbyggingu. Þannig að þið haldið bara áfram nokkurn veginn á sömu braut? Já, við erum ekkert að hægja okkur í bili. Við erum með því að hefja hönnunina núna, þá erum við ekkert að festa okkur í einhverjar stóra kostnaðarliðir. Það verður fyrst þegar við gerum það fyrst þegar við vitum betur framtíðina. Hvernig lítur árið 2019 út? Fjöldi til dæmis flugfélaga, verður hann svipaður og var í sumar? Já, fjöldi flugfélaga virðist vera stefnið að vera svona svipað. Það hafa nokkur flugfélag hætt, önnur komið í staðinn. Við erum svona tæplega 30 á næsta ári. Þannig að þetta er þessi grunnur að það séu mörg flugfélag. Þetta er
mjög góð viðbót við þessi tvö stór íslensku flugfélög. Það svona jafnar þetta og það kannski kemur mönnum stundum á óvart að erlendu flugfélögin ein og sér eru með jafnmarga ferðamenn til og frá Íslandi eins og var flogið árið 2009 frá Íslandi á þeim tíma. Þannig að það eru raun bara hrein viðbót. Og það von á miklum fjölda af ferðamönnum núna hátíðirnar? Já, það alltaf nóg að gera hérna, en bíða bara spenntir auðvitað eftir íslenskum áramótum og ég verð að segja að ég gera það auðvitað líka. Þannig að framundan sem sagt áframhaldandi uppbygging, stækka flugstöðuna, þannig að menn áttu jafnvel vona því að kæmu svona eitthvað, hvað getur við sagt, fréttir að þið myndu hugsa eitthvað ganga, þannig að þið eru bara alveg þokkalega sátt. Já, sko, við höldum okkur strikið 2019, en það þá ekki komin stórar byggingaframkvæmdir í gang, en síðan það bara hversu hratt við byggjum, það fylgir líka sögunni inn, sko. Við sjáum það bara þegar það kemur 2020 og seinna. Hvað með þróunina í ferðamanninum? Nú hefur orðið svolítið breyting í því, fleiri Ameríkanar að koma, hefur þetta haft ykkur áhrif? Ekki fyrir okkur upp í flugstöðinni, en annað það að það tók, ég getur bara sagt að rekstrarinn í flugstöðin, það tók smá tíma fyrir að læra inn á svona þessa breyttu hegðun ferðamanna, en ég get bara sagt að menn að standa sig frábærlega og allir samstarfsfélagar okkar hann inni hafa lyft grettistaki hvernig þeir að vinna inn í flugstöðinni sem þetta partur af því að byggja upp Keflavík sem svona miðstöð flugs á Norður-Atlantshafi.